Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnið mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Eitt klár er komið. Það er karfa, enn einn karfan eða utanum blómapott. Ég byrjaði á þessu núna einhvern tímann í vor að hekla úr garni af því að ég átti svo mikið af einhverjum svona afgangsgarni sem var svo sem ekki hægt að nota í neitt. Og ég fór á flug og fór að gera svona körfur og var svo búin að vinda upp í ansi marga hnykla. En svo fór ég að hugsa, ég get nú ekki alltaf verið að gera svona körfur. Hvað ég ætti að gera meira eða annað úr þessu. Og ég byrjaði á tveimur, ég hafði hugsað þetta svona sem hliðartösku, en er ekki búin með þær. Þessi er aðeins stærri, af því að ég hugsaði, já þessi, hún er aðeins svo lítil, svona fyrir það sem ég þarf að nota. Þannig að ég gerði aðra sem er stærri, á eftir að klára sema saman botninn og setja rennilás held ég að ofan og gera bandið. Þannig ég er að hugsa þetta svolítið, svona hvernig ég vil klára þetta. En í stað þess að klára það, þá fór ég að fljúga með annað, af því að þegar ég var að gera þessar töskur og ætlaði og þá hugsaði ég að það væri nú svolítið gott að hafa ekki alveg bara svona beinan botn, heldur hafa þessi bein bara í botnin, heldur væri gott að hafa svona smá botn í þessu, skiljið hvað ég meina? Að hún sé ekki bara svona þunn, heldur að hún sé aðeins svona, það komist meira í hana. Og í stað þess að klára þessar töskur, að þá ákvað ég að prófa svona, þannig að þá er ég búin að setja saman botninn. Ég heklaði bara eitthvað, ég veit ekki hvað ég gerði margar lykkjur og svo bara utan það og er svo farin að koma upp hliðarnar. Og með þessu þá kemst nú eitthvað meira fyrir í töskunni heldur bara sím og lyklar eða eitthvað. Þannig að þetta er þriðja taskan sem ég geri og ég ætla að drífa mig í því að finna til rennilása í hina og hinar tvær og klára. Jafnframt því að klára þessa Ég var búin að sýna ykkur frá peysu sem ég var byrjuð á, ég var að hekla peysu og ætlaði að láta Berglindi dóttur minna hafa. Hún var allur endótt og svona bara með stuðlum. Ég ætla að setja mynd af þessu sem sýnir hvernig það kemur út. En ég var ekki nógu ánægð með þetta. Ég var alltaf eitthvað að vandrast og var alltaf að spyrja Berglindi, viltu hafa þetta svona, hvað viltu hafa þetta sítt, hvernig viltu hafa þetta? Og hún alltaf, mamma, þú ræður. Þú ert að gera þessa peysu og þú ræður. Og eins og ég segi, ég var alltaf eitthvað svona efins. Þangað til bara í gær þá hugsaði ég bara, nei, ég rek þetta upp. Þetta er ekki að gera sig. Þetta er bara höfuðverkur að koma þessu allir saman, ekkert nema spottar. Og svona, að því ég gerði alltaf bara eina umferð með hverjum lit. Þannig að það var svolítið mikið að ganga frá og ég bara var ekkert ánægð með þetta. Þannig að ég rekti hann upp. Og ætla að prjóna í staðinn. Í staðinn fyrir að hekla, stuðlahekl, og þá ætla ég að prjóna. Og hafa hana þá bara svona röndótta eða ég veit ekki hvernig ég ætla að hafa hana. En með svona frekar grófum prjónum, þannig að þetta verður svona stóra lykkjur og svona svolítið losaraleg. Ég held að það verður miklu betra. Þannig að
já, það er ekki alltaf allt sem að heppnast hjá manni. En ég held að við báðar verðum ánægðir með þetta, sem sagt, við aðra tilraun. Já, ég kláraði verkefni sem ég var að prjóna fyrir Stephen West og ég má ekki sýna ykkur. Ég gekk frá því í seinustu viku og tók mér svolítið svona bara dreif í þessu, var ekkert að fara á milli verkefni og segja nei, nú ætlum ég bara að klára þetta og snúið mér svo að öðru. Og þá er það peysan eftir hennar GK dóttur, hana Guðlaugu, og ég hafði samband við hana þegar ég er að pröfuprjóna þessa peysu. Ég hef ekkert viljað sýna ykkur þetta. Og þannig ég hafði samband við hana og spurði hvort ég mætti sýna og hún sagði að það var alveg velkomið. Hún er sem sagt að gera uppskriftina núna og það er svona peysa. Ég byrjaði hérna í hálsmálinu og er að koma hérna niður. Ég er komin niður að handvegg og búin að máta þetta og það passar allt vel og ég er mjög ánægð með þessa liti. Það er kannski eina hún er svolítið skörp þessi lína, svolítið áberandi, en það er allt í veginn. Og af því að garnið sem ég nota í munstrið, það er sem sagt svona það skiptir sjálft lit, segir maður það. Það já, sjálfmunstrandi, eitthvað. Og þannig ég bara prjónaði það áfram, nema hvað, ef það komi litur sem var of nálægur þessum bleika lit, að þá tók ég hann í burtu. Af því að ég vildi nú að munstrið myndi nú sjást. Gaman að gera þessa peysu og og hér fyrir neðan munstrið er lettnesk flétta. Ég hef aldrei gert það áður, þannig að það var gaman að prófa það. Og svo er það bara núna, þá er það móhergarnið og það er bara beint niður. Þannig að hér eftir þá er þetta bara beinn og breiður vegur. Ekkert munstur og þannig að ég ætti nú að geta að klára þetta vonandi fljótlega. Þegar ég var á prjónahelginni á Blönduósi núna í júní að þá keypti ég garn frá Gilhaga og ég sýndi ykkur það. Ég keypti ykkur 3 herspur. Og að því ég var svo hrifin af þessu, þetta er svo mjúkt og spennandi að prjóna úr því. Ég hef aldrei prófað það áður. Þannig að ég keypti hana sem sagt 3 og ákvaði að prófa að prjóna bara svona pínu litla peysu. Ég prjónaði þessa og þetta er svo mjúkt þannig að ég á eftir að gera peysu á mig úr þessu garni. Það er alveg 100%. Ég þarf bara að ákveða hvernig peysu ég vil gera. Nema hvað að ég veit að hún verður opin. Þetta er alltof hlýtt til þess að vera fyrir mig, til þess að vera í lokari peysu úr þessari ull. Bara úr íslensku ullinni. Það er alltaf heitt fyrir mig. Fyrir nokkrum dögum þegar ég var að skrolla niður Facebook síðuna að þá sá ég vettlingar sem Elín Rikkards er að prjóna og selja og ég var svolítið spennt fyrir að fá að koma til hennar og kíkja á þetta og hafði samband við hennar og við mæltum okkur mót og þegar ég kom til hennar og var búin aðeins að kíkja og velja mér þarna eitt par til að kaupa af henni að þá spurði hann hvort ég mætti taka smá viðtal við hana. Og náttúrulega það er kannski svolítið erfitt þegar maður er allt í henni bara settur upp í vegg. Hún fékk engan tíma til þess að hugsa sig þannig lagað, þannig að við bara skelltum í það. Og hún sem sagt er að prjóna útprjónaða vettlinga, hún prjónar líka húfur og hún er að prjóna svona ýmislegt bara fyrir fólk sem hún hefur til sölu og er með síðu á Facebook sem heitir Handavinnan mín margt til sölu.
og ég ætla að setja nafnið hérna fyrir neðan vídeóið. Þannig að þið getið hérna kíkt á það og séð hvað hún er að gera. En við áttum hérna góða stund og gaman að sjá fallegt handverk. En þvílík vinna sem að liggur í þessum vettlingum og það er ekkert smá. Ég ætla ekki að sýna ykkur vettlingar sem ég keypti af því ég ætla að gefa þá og ég veit að sú sem á að fá þá hérna, horfir á YouTube-ið mitt og myndi fatta strax hvað yrði þá í jólapakkanum hennar næst. Þannig að ég er ekkert að, já, ég sýni það ekki núna. En allavega, hér kemur viðtalið við Elínu Ríkharðs. Gjörðu svo vel. Sæl Elín. Blessu. Takk fyrir að leyfa mér að taka viðtal við þig. Já, velkomin. Já. Ég kom hérna sem sagt að því ég sá að þú auglýstir á Facebook vettlingar sem þú varst að prjóna, varst að selja. Já. Og ég var svo heilluð, þannig að ég varð að fá að koma og kíkja og er búin að versla mér eitt par. Þú ert búin að prjóna hvað, í nokkur ár? Svona þessa? Svona þessa súpu? Já. Já, það sé ekki verða svona 10-15 ár síðan ég byrjaði að prjóna vettlinga svona á einhverju ráði. Já. Það sé við alltaf prjóna tölvöld mikið, hitt og þetta. Já, einmitt. Þú ert þá með uppskriftir sem að þú varst að sýna með bók sem að sem þú tekur eftir, þetta er eins og Já. Þessir. Ekki snúa þessu rétt. Jú, já. Þetta er Kiss. Þetta er Kiss. Og svo er hérna Bítlarnir. Og Bítlarnir þarna og svo er texti hinum megin. Já. Yesterday. Yesterday, textin sko. Já. Þetta er alveg ótrúlega. Þú prjónar þetta ekki án þess að Þetta er bara eins og að telja út krossum. Já, ég segi það. Já. Þetta er bara svo leiðis. En svona ertu líka með þá sem að er svona venjulegt munstur innan þessa lappa. Þessi hljómsveitavettlingar hafa svolítið verið að slá í gegn núna. Já, einmitt. Fólk spyr allt mögulegt. Já, hinn og þessar hljómsveitirnar. Já. Áttu þennan og hinn og eitthvað sem ég hef jafnvel aldrei hitt nefnt. Nei, akkurat. Og svo við vorum að ræða á þannig að ef maður er aðdáandi, já, takk, aðdáandi einhverja hljómsveitar og en notar svo kannski ekkert svo mikið vettlinga. En þetta er bara fínasta bara skraut. Þannig að maður getur bara látið þetta liggja heima hjá sér. Eða sett í ramma eða eitthvað. Eða sett í ramma, sko. Það er allt hægt. Þetta er alveg frábært. En á hvaða prjónastærð er þetta? Þetta er svo fíngert. Sko, þeir fínlegustu eins og Bítlarnir, það er á prjónu nr. 2. Já. Og svo, já, svona uppundi 3. Við stærstu. Já. Það bara fyrir eftir gatttegund og hvaða stærð maður vill fá. Já, einmitt. Hægt að annað en að reyna að finna út úr því. Já, akkurat. Og svo er líka svo skemmtilegir sko litirnir sem þú setur saman og svona sko. Já. Ég reyna að velja svona. Annars er frekar lítið til núna. Ég hef selt alltaf mikið undan hana. Já. En svo er þetta sýnir mér húfur sem þú ert að prjóna. Já, ég verið að gera þessa skotthúfu, sem kallað skotthúfa frú Auðar Laxness. Já. Hún gerði upphaflegu uppskriftina. Já. En þær hjá heimilisfélaginu, þær hafa aðlagað hana svona frekar að nýtísku. Hún var svolítið, hún var ekki eins löng, þess að skottið. Nei, einmitt. Og hún var kúftaröll og... Já. Þannig, já. Akkurat. Svo tek ég að mér að prjóna bara eftir pöntun hitt og þetta. Já. Þannig að fólk getur bara haft samband við þig og... Já, fólk vill einhverja sérstaka litasamsetningu eða eitthvað, þá er það alveg hægt. Já, einmitt. Mér svo stu reyna að uppfylla það. Já, akkurat. En svo varstu að segja mér að þú ert ekki bara að prjóna, þú ert líka að mála. Já. Svona af og til, þá ger ég það. Já. Ég var í myndlistaval í kennaraskólanum gamla á sínum tíma. Já. Og fór svona nokkuð námskeið hjá bæði námsflokkunum og myndlistaskólanum og fleirum. Já, einmitt. Grípið þetta svona öðru hvoru.
Er það ekki æðislegt að geta? Það er rosalega gaman. Já. Mjög gaman. Og ferði svona, þetta er svona, hvað ég segja, róandi eða svona heilandi, Já, það er veist það ekki? Jú, það er það. Það er svo að prjóna, Já. það er bara Já, ákveðin hugleiðsla. algjörlega, ég er svo sammála. Og líka bara, þú veist, ef maður er að gera kannski svolítið litríkt eða eitthvað, þú veist, eða munstur, þú veist, setja saman eða eitthvað svona, sko. Já, finna út hvað passa best. Já, akkurat. Heyrðum bara, Elín, takk fyrir að leyfa mér þetta. Gaman að sjá hvað þú ert að gera hérna. Takk fyrir mig. Já. Já, ótrúlega fínleg vinna og að prjóna þetta á prjónu nummer 2 og 2,5. Eins og ég sagði þarna í viðtalinu, hún situr ekkert bara og glápir á sjónvarpið á meðan eða eitthvað. Það þarf alveg athyglinna við. En það var gaman að koma til hennar og ég var svo ánægð hvað hún tók því vel að leyfa mér að taka viðtal við sig og sýna ykkur í leiðinni þá verkefnin sem hún er að vinna. En ég ætla að segja þetta gott í dag. Við sjáumst eftir 2 vikur. Takk fyrir að horfa.